Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur, ræðir í mánudagsviðtalinu í kvöld við Guðjón Þórðarson landsliðsþjálfara í knattspyrnu og umræðuefnið árangur og hugarfar í íþróttum. Til þess að ná árangri í íþróttum þá þurfa margir þættir að koma til. Það eru auðvitað mikil geta íþróttamannanna, það líkamleg þjálfun en ekki hvað síst, þá það örugglega hugarfari sem skiptir miklu máli og í kvöld ætlum við að reyna að komast að því hversu miklu máli íþróttasálfræðin getur spilað í þessu máli öllu saman. Guðjón, hvað segirðu íþróttasálfræðin, hversu mikils virði hún? Ég hef alla tíð verið þeirrar skoðunar að hún hafi verið vanmetin og ég tel að það hafi verið vanmetið þáttur bæði í æfingunum, í þjálfunum þjálfarana og jafnframt í að hún hefur verið vanmetin sem undirbúningur fyrir afreksfólk. Þannig að ég tel að þetta sé þáttur sem hægt að vinna með í auknum mæli. Já. Leggur þú sjálfur mikla áherslu á þennan sálfræðilega þátt? Ég hef alltaf lagt mikla áherslu á þetta. Já. Ég oft á tíðum held ég að það sé þetta sem ráði úrslitum í jöfnuleik og ég þeirra skoðunar að þú ert með 2 jöfn lið sem eru á svipaðri getu, þá þetta sem klára leikinn fyrir þig. Maður hefur oft á tilfinningunni að það sé svona spennustigið, það að taugaspenna virðist oft ráða miklu og einhvern veginn hefur mér oft fundið sig um tíðina að væntingarnar, þegar mikil pressa á leikmenn og þjálfara, að þá virðist oft eitthvað fara úrskeiðis. Hvernig hefur þú höndlað þennan þá? Já, spennustigið eitt af því sem það má líka þessu kannski við hljóðfæri. Og ég kunni nú ekki að spila á hljóðfæri en þá eru misjafnar nótur sem það verður að slá á. Einn mjög hár í spennustigi, annar lægri og þú verður að spennu jafna. Það er náttúrulega frumskýlir eða þjálfarinn eða sá sem leiðir hópinn að hann sé í jafnvægi. Það er mjög mikilvægt að hann gerir sér grein fyrir hvað verið að fara út í. Og til dæmis núna í seinni tíð eftir ég tek við þessu starfi mínu sem landsliðsþjálfari, þá fyrst og fremst hjá mér líkamlegi þjálfunarþátturinn endurheimt og ná inn hvíld og undirbúa líkamlega að fara veg. En fyrst og fremst einbeiti ég mér að andlegu ástandi leikmannanna. Þeir eru mjög mismunandi ástandi þegar þeir koma til mín og þetta hlutur sem ég þarf að krefja strax frá fyrsta degi og meta hvernig ástand mann er. Nú spennustigið svolítið einstaklisbundið, það fer svolítið eftir aldri. Ungi leikmenn eru til dæmis mjög næmir fyrir spennu og virðast oft svona frjósa í leikjum sem kallað og kannski fyrir í dauðafæri og svo brenna af og maður spyr sjálfan sig hvernig getur þetta gerst. Og svo hefur mér oft fundist líka þegar menn verða eldri og eru kannski ekki orðið eins hraðir að þá verður aftur eins og séu svolítið næmari fyrir þessa spennu og ná ekki þessu jafnvægi sem þetta tala um. Hver er reynslan hjá þér í þessu? Það má líka þessu við, eins og þú segir, bæði eldri maður og yngri maður. Yngri maður er oft örgjæðja og vill sýna sig og sanna sig og þá ber kappi á ofurliði. Þannig að þá þarftu að ná honum raunverulega niður og gera honum grein fyrir hlutunum og þú þarftu að komast inn í kollina á honum til að skynja hvað hann er að velta fyrir sér. Og síðan eftir eldri maðurinn, hann gerir sér grein fyrir hann er að tapa kannski ákveðnum eiginleikum sem hann hafði fyrir örfáum árum, að hann fyrir óttast hlutina. Hann verður hræddur það að hann fara að gera mistök. Það er ekki að hann sé að gera mistök, hann fer að vera hræddur við að fara að gera mistök, hugsanlega mistök. Og jafnvel fer hann að leita afsökunum fyrirfram og fullt af öðrum hlutum. Þannig að það verið að koma þarna við hluti sem eru oft mönnum mjög viðkvæmir og mikið af þessu vinn ég mest bara maður á mann. Já. Nú er gjarna talað að það sé til eitthvað hugafar sem hefur kallað árangur sinna hugafar. Að það sé eitthvað í fari manna sem sker þarna á milli. Hvað í þínum huga þetta árangur sinna hugafar? Er það til? Menn hafa velt því fyrir sér sigurvilji. Hvað er sigurvilji? Er sigurvilji eitthvað áunnið? Er þetta meðfætt? Er þetta kannski bland sitt af hvoru? Vissulega er það þannig að menn verða að hafa ákveðið skap. Menn verða að hafa ákveðið vilja og til þess að geta lagt á sig og fórnað. Og það er klárt að þeir sem ná árangri, þeir hafa mikinn vilja. Og það er mótlæti sem þeir þurfa að sigrast á. Og það eru brekkur í lífinu sem þessi keppnismenn þurfa að takast á við. Þeir þurfa að takast á við lífið samhliða keppninni sinni. Þannig að þessi strákar sem eru og þetta fólk sem nær árangri, það er töluvert í það spunnið og þetta eru yfirleitt sterkir karakterar. Og að baki búa svona einstaklingar sem ég segi hafa þann vilja sem til þarf að takast á við erfiðleika. Það reynir ekkert á fyrir en það eru erfiðleikar.
Ég einhvern veginn komst ég að þeirri niðurstöðu því ég var spurður að þessu hvað ég hefði lært í íþróttum á 20 árum að vinna með afreksmönnum og þá held ég hefði svarað því að ég til og með hafa lært það að umganga sigra og ósigra. Þannig að það sé ekki svolítið kjarni málsins, maður nefnilega það er að bregðast við hvort sem maður er nú að vinna, það getur samt líka verið svolítið flókið það ekki, og eins náttúrulega þegar hlutirnir er ekki að ganga upp. Það er ákveðin ótti, það er ákveðin kvíði í öllum sem er að takast á við keppni. Menn óttast árangur því að þegar þú ferð að vinna að staðaldri þá er krafa á þig að þú vinnir að staðaldri og þá fara menn að óttast að það styttist í mistökin. Það er gjarnan sagt það ekki, nú hljótu að fara að tapa, við erum búin að vinna 9 sinnum í röð sem er náttúrulega órökrétt að mörgu leyti að hugsa þannig það ekki. Það er alltaf þetta, það er líka leitað að afsökun og þá er verið að búa til afsökun fyrirfram. Já, það er hvað, við förum að tapa allt í lagi, skilur við. Þetta er ekkert í lagi og það er líka annað. Þú raunverulega metur ekki sigurinn og það sem til þarf í sigrinum fyrir þú skynjar líka ósigurinn. Þú ert að skynja það hvað það er raunverulega leiðilegt að tapa og þeir sem eru í þessu, eins og ég kalla þetta, í þessu limbói þarna á milli, þeir ná aldrei, þeir verða aldrei sigurvegarar. Það er stundum sagt að menn þurfa að hata að tapa til þess að verða afreksmenn, er svolítið til í þessu? Já, og þú verður eiginlega bæði að hata það og fyrirlíta það allt sem að því gengur og skynja það að sigurinn og það sem færir þetta, það er töluvert mikil vinna, en þegar upp er staðið þá raunverulega færðu svölun á því öllu saman og sigurtilfinningin er mjög þægileg tilfinning og dásamleg tilfinning og maður vilja oft velta því fyrir sig hvernig hún sé, hvar hún snertir mann, en sigurtilfinningin er mjög góð og það fólk sem að fær þessa tilfinningu, skynjar hana, það er tilbúið til að leggja mikið á sig til að upplifa hana aftur og aftur. Markmið, skýr markmið, ég held að þau skipti rosalega miklu máli. Mér er oft fundist að markmiðin séu svolítið óljós. Til dæmis þegar menn er að segja að við ætlum að gera okkar besta. Í mínum huga þýðir það nákvæmlega ekki neitt, því ef ég tapa þá get ég sagt að ég var að gera mitt besta. Ef það fyrir jafntefli þá er ég að gera mitt besta og ef ég vinn þá er ég líka að gera mitt besta. Þetta þýðir nánast ekki neitt. Þurfi ekki markmiðin að vera skýr og menn að hafa kjark til að setja sér háleit markmið eins og kannski þú gerði þegar þú sagði við skulum bara ná í stig eða sigra þessa Frakka eða Rússa. Margir held ég að vera vitlaus þegar ég sagði það að við myndum ekki tapa þessu leik, en í mínum huga er það alveg ljóst að vissulega getur maður farið fram úr sjálfum sér, en ef maður ræðst aldrei að verkefninu með einhverjum krafti og ert alltaf með aðra hendina fyrir aftan bak, að þá gerast aldrei góðir hlutir. Og ég segi fyrir mig að þegar maður velti því fyrir sér af hverju ég taldi það að það væri hægt að gera góða hluti gegn Frökkum, þá var það fyrst og fremst af því að ég var búinn að vinna með þessum strákum í liðinu þennan tíma og ég taldi mig þekkja karakterinn, ég taldi mig þekkja strákana það vel, bæði andlega og líkamlega, að þeir gætu gert þetta. En þarna ertu komið kannski að þættinum að það er þessi trú eða sjálfstraustið. Sjálfstraustið, það er nú mín reynsla líka að það er lykillinn öllu saman. Ef einstaklingur, hvort sem að það er í venjulegu daglegu lífi eða í íþróttum, að ef sjálfstraustið er ekki í lagi, þá er bara ekkert í lagi. Nei, það er það er talað sjálfstraustið, við vitum það. Og það er til dæmis eins og í mínu tilfelli núna með landsliði. Strákar eru að koma úr misjöfnu umhverfi. Sum liðin eru á góðu rönni og gengur vel í sumum liðunum. Önnur liðin eru að ganga illa og sum eru jafnvel að falla og allavega. Þannig að ég er að fá þá inn í mjög mismunandi ásigkomulag. Og þetta þarf maður að vinna með. Einn þarf að byggja upp og annan þarf aðeins að dempa niður því að hann er á flugi með sínu lið og hann finnst hann geta allt og vita allt og allt æðislegt. En þarna þarf að sveifla þessu inn. En það er akkurat með markmiðin. Ég hef oft verið þeirra skoðunar að menn búa til afsakanir fyrirfram. Og ég segi fyrir mig að ég hef aldrei verið hrifinn af því að setja upp röð afsakana áður en til átakana kemur. Hvað gerir við þessi afsakanir? Vinnurðu með eða þessar efasemdir sem auðvitað eru óhjákvæmilegar eru til staðar? Þú ert að mæta fremstu íþróttamönnum í heimi og það kemur oft þessi svona vanmetakennd okkar, við erum bara 265.000 og svo framvegis. Já, þetta kemur upp og strákarnir hafa spurt mig af hverju, hvers vegna, af hverju heldur við getum þetta? Og það er eins og ég sagði það er af því ég þekki ykkur og ég veit það að ef við vinnum vinnun okkar með þessum hætti og ákveðin grunnvinn er unnin, þá nærðu þessu. Síðan smám saman fara litlu hlutir að gerast í leikliðsins
og þeir fara að fá trú, þeir sjá það að með þessum hætti þá gerast góðir hlutir og út frá því erum við að byggja og það er umlega það sem við erum að gera í dag núna og ég í minni vinnu, það er að gefa þessum strákum þá trú að við getum spilað við hvert sem án þess að vera með hjarta niður í buxum. Og það er hlutur sem að ég segi að hefur oft vantað í sko íslenska íþróttalífi. Já. Í náttúrulega munur í einstaklingsíþróttum og hópíþróttum, kannski að við erum að tala um þennan sálfræðilega þátt. Ef við veltum fyrir okkur einstaklingsíþróttamönnunum, okkar allra best eins og Jóni Arnar og Völu og þeim, hvað ætla þau þurfi að hugsa sérstaklega? Hvað heldur það? Því að nú þú er að vinna mest með hópa og kannski við báðum þannlega sér. Sko ég held að án þess að ég þekki neitt sko persónuna Jón Arnar til dæmis eða Guðrúnu. En það eru sömu þættir, það eru sömu grunnþættir sem þurfa að vera til staðar. Afreksmaður, alveg sama hvort hann er hópíþrótt eða einstaklingsíþrótt, það reynir vissulega á hann í einstaklingnum þar sem hann er einn og óstuddur, hefur ekki félagana til að hjálpa sér. Það er stuðningurinn kannski sem kemur þarna í hópíþróttunum? Það er stuðningurinn sem kemur inn og það er ekki bara þjálfarinn sem styður þig, heldur eru félagarnir inn á vellinu sem styðja þig. Þegar Jón Arnar er að keppa til dæmis í tuggþrautinni og hann á eftir eina grein eða tvær greinar eða hvað það er og menn velta fyrir sig ef hann nær sko, sínu bestu í öllu þá er hann að setja heimsmet. Já. Og menn segja, hverju nær hann þessu ekki? Já. Og þetta er náttúrulega, ef við getum svarað því hér og nú akkurat þess vegna, þá er þetta ekkert vandamál. En hann er að glíma við sko, verkefni eftir verkefni, stundum fara með fram á sér, stundum verða það með hræddir þegar að leiða. Ef þeir eru með forystu þá verða þeir hræddir af því þeir eru á toppnum og þeir segja heyrðu, bíddu, ég er að vinna þetta. Sumir eru bara þannig þeir þola ekki að leiða. Þetta er eins með golfara sem er með besta skor og það eru 2 eða 3 hólur eftir og hann klúðrar á síðustu hólunum. Það er það ekki þáttur sem að þú tala við þurfum að sinna þessu miklu meira, þessum sálfræðilega þætti og gjarnan tala það, en síðan kannski í menntun þjálfaranna og íþróttamanna þá er þessu kannski áætlað einhverjum klukkutími okkar í námskeiði, en það er svona þætti þá greinlega eins og það ekki hugþjálfun, það er að segja að þjálfa hugan, að sjá sjálfan sig ná markmiðum sínum, þú ert að tala um golfarann, hann þarf þá sennilega að sjá hólana svolítið stærri heldur hann það er svo ógeðslega lítil hólan í golfi. Í knattspyrnu þarf þá knattspyrnumaðurinn það ekki að sjá netið en ekki markvörðinn, þannig að þetta getum við það ekki þjálfað. Jú. Það til dæmis ég legg áherslu á við strákana að hugsa jákvætt. Já, þannig kemur hugtaki jákvæðni, það er náttúrulega mjög mikilvægt. Þú vinnur jákvætt, reyndar hef ég unnið mikið plus mínus plus eins og talað jákvætt og þetta og svo hitt og enda alltaf jákvætt. En það er mjög mikilvægt að til dæmis eins og ég er bara allt íþróttafólk, að það hugsi jákvætt. Það einbeitir sér að því hvað það gerði best og hvað hefur það gert best. Hugsa ekki feilan, hugsa ekki það sem brotnaði og ég segi alltaf við menn ef þeir eru að taka vítaspyrnu, ekki að horfa á markmanninn. Það er netið, boltinn hann er að fara að þanga. Þú veist það, hann veit það ekki. Þú veist hvað það ætlar að gera. Þú hefur frumkvæðið, notaðu það. Það eru sem sagt þessar hindranir raunverulega sem eru allar hérna upp í kollinum og þá eru konar sálfræðilega þættinum það ekki. Það var samanberið það ekki þegar Bannister hljóp míluna í fyrsta skipti undir 4 mínútum. Menn töldu það verið ógjörlegt, en þegar hann var búinn að ryðja þessum hindrunum á vegi, að þá gerðist það mjög fljótlega eftir að fleiri hlaupar að náðu þessu markmiði. Sama gerðist það ekki 100 metra hlaupinu þegar menn brutu 11 sekúndurnar og síðan 10 sekúndurnar og það virðist vera að þessar hindranir, það að við getum ekki hlutina, að það erum að fókusera á þetta neikvæða, það er þetta jákvæða sem er þá valkostur það ekki. Við þurfum að þjálfa okkur í þessu. Við þurfum að þjálfa okkur að vera jákvæðir og það er því miður ekki bara í íþróttunum heldur allt og víða í þjóðfélaginu og neikvæð. Og menn eru neikvæðir og bara eins og dæmi sína svo oft og sanna. Hvað segja margir einhver vinnur lottóvinning? Fleiri segja, hann, í stað fyrir að segja, en gaman, hann vann. Það er sem sagt að gleðjast yfir árangri annarra. Já. Og það er líka þegar við erum að tala um sko, þegar þú ert að setja niður, það er varnarmaður eða hver að þið er inn í munstrunum. Það er búið að skapa ramma og er búin að skapa ramma sem að leikmenninu er í og bæði ægi, taktík og allt þetta. En sko, ef hann er eitthvað skjálfandi yfir því sem hann á að gera, hann verður að trúa því að hann geti þetta. Það er ekki nóg að ég trúi því og það er ekki nóg að félagar hans trúi því að hann geti þetta. Hann verður sjálfur að trúa því. Ef hann á að eiga við Zinedine Zidane, þá getur hann sko, það þýðir ekkert að fara að skjálfa yfir því. Hann er bara venjulegur maður sem gerir mistök,
en þú mátt ekki hjálpa honum. Við erum að gera ráð fyrir mistökum, það er vel það svolítið að segja. Já, við verðum alltaf að gera ráð fyrir mistökum, það gera allir mistök, en eina sem að maður að reyna að gera smá saman að fækka mistökum, efla jákvæða þátti. Og þetta til dæmis, sko, við fáum eins og ég að segja við þessa stráka, farðu, gerðu þetta, kláraðu þetta. Ég að hvetja þá til þess. Og það er, og ég held til dæmis að jákvæðnin undir, sko, jákvæð gagnrýni, hún einhver besta gagnrýni sem við getum fengið. Og skiptir miklu máli. Þegar að verið að búa til lið eða liðsheildin gjarnan í hópíþróttunum og þá þegar að sigra vinnast þá hafa allir þjálfar undanfarin 20 ára alltaf svara spurningunni eins að vegna þess að samtakamátturinn var svo mikill að því að liðsheildin var svo öflug og sterk. Hvernig býr maður til öfluga liðsheild? Nú hlýtur það að vera hluta af sálfræðilegu dæmið, ekki? Já, sko, það er náttúrulega stóra spurningin. Hvernig verður liðsheild og hvað er liðsheild? Ég segi alltaf að það er betra að hafa mann sem er minni að getu heldur en einhvern sem að, sko, vissulega er tæknilega betri eða er betri í einhverjum einstökum útfærsluatriðum en er ekki með hugarfæri rétt. Það koma aftur á hugarfærinu og aftur á þessu sálfræðinu. Og við komum alltaf að þessu sama að þú verður að búa til heildstæðan hóp sem er tilbúin til að vinna saman. Þeir verða að fylgja ákveðnu skipulagi því að það geta verið einhverja meiningar um það og þessi strákar til dæmis í landsliðum þeir eru að spila mjög mismunandi leikkerfi þar sem þeir eru að spila og hérna þegar þeir koma til okkar þá verða þeir að spila eitt kerfi, láta annað frá sér og fara eftir ákveðnu fyrirmælu og þeir verða að vinna saman, þeir verða að hjálpa á hvor öðrum og það er ekkert hægt að segja, heyrðu, bíddu, þetta er ekki mitt, þú átt að gera þetta. Þannig það fer ekkert saman endilega að setja einhverja 11 snillinga eða 11 stjórnir saman. Þetta þurfa að vera menn sem eru tilbúinir að lúta aga, það er kannski það sem við erum að tala svolítið. Já, sko, aginn er náttúrulega eitt af þessum elementum sem að þurfa að vera til staðar í árangri og ef þú ert að byggja upp eitthvað sem á að vera árangurstengt, að þá er agi eitt af þeim elementum sem að þú kemst aldrei út úr. Agi er ekkert annað en bara hluti af sálfræðinni og hvernig þessi sálfræði er byggð upp og það er líka, sko, hvað er liðsandi? Hvað er það að vera alltaf að leggja einn í hópnum í einelti, stríða honum eða naggast í honum? Eða er það einn sem alltaf fyrir sig ábyrgð og bendir alltaf á næsta mann? Þetta er ekki liðsandi. Þessi hluti Þannig það eru ákveðnir þættir sem við þurfum að huga að það ekki til að búa til góðan hóp að það þurfa ákveðnir þættir að vera í lagi, það er samstaða væntanlega, það er vilji til þátttöku, það er að taka mótlæti, hafa öflugt mótlætaþol og væntanlega miklu fleiri þættir. Traustið, hvað með traustið, að menn treysti hvor öðrum, það er ekki lykilatriði líka. Það er rosalegt atriði til dæmis í leiknum og í öllu og það er hvort þú ert einstaklingur eða í hóp. Þú verður að hafa trú á því að þú geti gert þetta. Þú verður jafnframt að treysta félagaðinum fyrir því sem hann á að gera þó svo þú gefur honum einhverja völdun eða eitthvað þess háttar en menn verður að vera vissir það að þessi maður geti gert þetta þarna og hann verður aftur að treysta mér þegar ég fer og þarf að sinna þessu hérna. Þetta er eitt af lykilatriðum og það er alveg eins með leikmanninn, hann verður að treysta því að það sem ég er að reyna að segja honum og er að reyna að koma til skila að það sé nálagt einhverjum sannleika eða einhverjum raunveruleika. Það sé raunhæft. Þannig að þessi trúnað þarf að vera til staðar. Og svo hitt líka sem að þú varst að tala varðandi þegar er verið að búa til liðsheild. Menn halda alltaf að liðsheildin verði til þegar allt gengur vel. Það er akkúrat ekki. Liðsheildin og þú sérð úr hvernig menn eru gerðir í mótlæti og í erfiðleikum. Hvernig bregðast þið við? Fyrir að þessi ábyrgð, eru þið tilbúin að takast á við þetta? Eru þið tilbúin að ræða það sem gerðist og gekk illa? Eru þið tilbúin til að leita leiða til að bæta þetta? Þannig að samskiptaþátturinn þess að vera góður í samskiptum að geta gefið af sér og verið heiðarlegur, en það ekki? Það skiptir miklu máli. Hvernig eru íslenskir íþróttamenn hvað þetta varðar? Já, þessi strákar sem ég er að vinna með í dag, þessi hópur sem ég hef verið að vinna með í landsliðinu í dag og svo aftur í fortíðinni þegar ég var félagsþjálfari, ég tel að ég hef náð ágætum samskiptum við þessa stráka. Ég er búinn að þjálfa stóran hóp leikmanna og margir af þessum strákum eru svona bara eins og sko góði vinir manns. Manni þykir bara vænt þessa stráka. En nú ert þú stjórnandi og þú talir vera svona harður stjórnandi, fer þetta saman? Já, það er... Eða er þetta bara yfirborðið? Sem betur fer veit enginn raunverulega hvað ég er að gera og hvernig ég vinn. En
sko, ég lít á það að ég þarf að vera sitt lítið að hverju. Ég þarf að vera harðstjóri, ég þarf að vera föðurlegur, ég þarf að vera félagslegur og nánast vinur þeirra þegar svo ber undir. Þannig að þú ert raunverulega bara eins og foreldri í sjálfu sér, er það ekki? Ég er í sjálfu sér ekki Það er aðhald og agi og það er umhyggju og ást liggur við. Það er allur raunverulega það pakkinn, sem þetta fer ágætlega saman. Og þegar menn velta fyrir